Fylgjum myndlistamanninum Guðmundi Ármanni í gegnum 62 ára feril sköpunar, en sýning hans Að flæði verður opnuð á laugardaginn kemur í listasafninu. Ég hitti á Guðmund þar sem hann var langt kominn við uppsetningu sýningarinnar. Við segjum að þetta sé yfirlitssýning. Já, það það, en það stiklað á stóru, sko. Já. Vegna þess að ég hefði náttúrulega getað, sko, fyllt tvisvar sinnum þetta rými, sko. Því að við erum að tala 65 ára sögu, sko. Altså bara frá elsta myndin sem hérna inni, hún frá 1960, elstu grafíkmyndinar 1969 og svo stóra málverkið þarna 1970, sko. Og svo þetta myndirna sem við erum hér inni, þetta nýjasta myndi hérna 2026. Og 80 og svo hef ég átt náttúrulega tímabil þar sem ég hef kannski unnið meira bara vatnslitamyndir úti. Og af því að það ekki hér, þá ætla ég að halda sýningu í Deglunni sem ég opna, það 7. febrúar. Og hérna inn í þessum sal eru elstu myndirnar sem eru á sýningunni, og svo elsta hérna þessi stóra gráa mynd sem bílismann, og hún heitir bara Bílisminn og gerð sem svona eða hvað ég maður segja, í kjölfarað umræðu sem var mikið þarna í Gautaborg á þessum tíma. Það var vandamál með, eins og við þekkjum vel hér á Íslandi í dag, bílastæðisvandamál og allar þessar umferðargötur og merkingar og fjármunir sem voru settir í þetta. Það náttúrulega í raun og veru bara bæði gaman og svolítið fróðlegt fyrir mig að sjá þessar myndir saman, því að ég náttúrulega búinn að vera með aðra löppina í mjög fígúratífu málverki, sem nú elstu myndirnar eru mjög fígúratífar eða raunsæislegar, þannig séð. Og svo smám saman verða myndirnar meira og minna abstrakt. Smám saman verða meira abstrakt, eins og til dæmis bara þessar þarna tvær. Það svona millibils ástand frá fígúratífu myndunum og yfir í þetta hérna sem þá orðið, já, við eigum að kalla þetta kannski konkrétt myndlist. Það vil segja fyrirmyndin eiginlega engin önnur heldur en einhvers konar æfingar með form, línu, þessi grunn element myndlistarinnar, sko, lína, form og litur. Og mér finnst alltaf reynt þegar að ég á þeim slóðum, þá finnst mér alltaf ég vera að vinna, sko, miklu nær ljóðskáldunum og tónskáldunum. Það vil segja, þar sem að þó að mótífið sé hugsanlega fengið úr umhverfinu, það nú eiginlega, má eiginlega segja það þarna í myndunum. Þarna jöklarnir og það náttúrulega gróðurinn og það heita vorvísur og skammdegisstefið, eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að þetta alltaf hreint, sko, maður svona, já, með litina og formin í dúr og moll. Svo náttúrulega verður einhver langt tímabil þegar ég við nám úti, þannig kringum 1960, 70 sjáðu, þá náttúrulega óskaplegar félagslegar hræringar. Það mikil, þú veist, nemendur í raun og veru svona með uppsteytt svolítið eins og í París 68. Við gerðum svolítið uppreist gegn, sko, þessu hefðbundna gamla sem okkur fannst vera þá og vildi gera eitthvað annað. Og þess vegna fór ég að gera myndir sem fjölluðu svona samfélagslega þætti, og það þessar myndir sem eru hérna inn í þessum sal hérna við hliðina.
þessi mynd náttúrulega sko bara manni blöskrar náttúrulega hvernig farið með almenning þegar hann myrtur og gött úti og manni dettur náttúrulega bara í hug það sem að gerast í heiminum í dag. Og svo þetta náttúrulega bara Vietnam stúlka sem að hleypur angistafull í burtu frá öllum þeim líkum sem að liggja þarna á jörðinni eftir úr stríðinu. Þetta var þenn tíma sem maður trúði því að myndlistin gæti skipt máli og að maður ætti sem sagt ekki bara að vera að gera fallega myndir, heldur líka myndir sem að á einhvern hátt sko lýstu einhverja afstöðu til þess sem maður vildi gagnrýna eða sjá að það væri gert betur. Já, en þú segir þegar maður trúði því, trúði því ekki lengur. Það náttúrulega það. Sko ég hef efast svolítið að myndlistin geti í raun og veru gert þetta sem ég var að segja. Þegar maður verður eldri og ég hef ekki eini listamaður sem tala um að maður getur ekki gengið með stein og grjótknulling í maganum í öll þessi ár sko. Maður svona og þá fór ég að hugsa, ég meina maður má ekki gleyma fagurfræðinni. Og liturinn og þetta sem að og formin og þessi klassísku náttúrulega fræði sem maður lærði. Sem maður hafði eiginlega sniðgengið, bara meðvitað. Og ég sagði, nei, það gengur ekki vegna þess að það sem við erum að gera, myndlistamenn, það á eftir að vera fyrir augum fólks. Og mér finnst nú að okkur beri skylda til þess að reyna að gera gagn með því að gleðja fólk. Starfandi listamaður hérna á Akureyri í ansi langan tíma. Hvernig finnst þér svona einhvern veginn listalífi hérna í bænum þróast svona gegnum þennan tíma? Ég veit þetta stór spurning. Já, þetta nú spurning sem að ég hef nú velt fyrir mér sko, þér að segja. Og sko það getur vel verið að aldurinn spili inn í, maður verður eldri og þá einhvern veginn kannski breytast viðhorf eða hvað ég á að segja, kannski verður maður bara hreinlega gamaldags og allt það. En ég held samt því miður að blómaskeiðið sem hér á Akureyri kannski í kringum 80-90 og það uppgangurinn hérna í gilinu sem að verður til upphaflega verður þetta til í samvinnu myndlistarmanna, listamanna og bæjarins. Og þetta eiginlega óskaplega merkilegt tímabil að mínu mati sem að ég skil ekkert í sagnfræðingum eða skuli ekki reyna að gera eitthvað skil, en það önnur saga. En til þess að svara spurning núna, þá finnst mér náttúrulega dálítið alvarlegt fyrir Akureyri að hér skuli ekki vera myndlistarmenntun áframhaldandi frá myndlistarskólanum sem því miður eiginlega varla til lengur. Ég hefði óskað eftir því að hér getist orðið til listaháskóli sem hefði bara aðrar áherslur eða ekki þær sömu. Og ég held að það sé bara mjög heilbrigt fyrir svona samfélag sem að þetta orðið það margt fólk sem að vinnur í þessum geira, ef við tölum þetta sem fag, myndlistina, sem það sannarlega. Og það óhemmi fjölgun, sko, og það ekki bara nemendur sem útskrifast Listaháskóla Íslands, sko, það líka nemendur sem koma annars staðar frá,
allra Evrópu, Ameríku og bara Japan og nefndu það sko. Og það svolítið mikilvægt finnst mér að fjölbreytnin, það sé sko, viðhaldið fjölbreytninni, þetta verði ekki svona einlitt og þá dalar áhuginn sjáðu sko, umræður myndlist á Íslandi, af hverju eru þær ekki meiri en þær eru, ekki bara fyrir myndlistamenn heldur fyrir samfélagið allt, vegna þess að umhverfi okkar, allt skipulag, hús, byggingar, föt, hönnun, grunnurinn að þessu myndlistin sko, atriðin í öllum sjónlistum lína, litur, form.